Veitir, nú það sundlaugarpartí. Herðu, lambalæri, sundlaugarpartí, kryddjurtir, hvítlaukur, hvað að meira? Við erum 8 manns, við þurfum bara 1 læri í það. Við ætlum að stinga það ekki, við ætlum að grafa það ofan í hóluna, fullt af kolum. Þannig að við þurfum ekki að vera, við getum gert fullt af með, við getum tekið smá sundsbrett og... Erum við ekki með þennan fína reykpoka hérna sem við ætlum að setja í? Já. En þarna, ef þú ætlar að sýna þeim hvernig þú handlar lambalæri, þá ég að byrja að grafa hóluna? Já, herru, byrjum bara á hólunni. Hvað þarf maður að fara djúpt? Þetta er einhverju 20-30 cm. Hún þarf að vera svona eins og grindin, mástu. Erum við ekki bara búið til ofn hérna í hólunni? Já, í rauninni erum við ekki að gera neitt annað. Við erum náttúrulega... Við tökum hólu, setjum grind í botninn, fullt af kolum. En finnst þér ekki þess að duglegur? Þetta er eins og maður í unglingur? Mér finnst það mjög duglegur. Ég bara vilja segja að gera þetta hraða, sko. Það er líka gott að vera með verkstjóra. Það er alveg duglega. Meðan ég grafa hóluna, ætlar þú að sýna þeim hvernig þá að gera lambalæri? Já, ef að byrja strax því. Herru, ok. Lambalæri, það sem við ætlum að gera, við ætlum að taka aðeins hérna lykilbeinu úr. Það er þetta að beða bara manninn í kjötborðunum að taka það úr. Og það er mjög einfalt í rauninni. Sjáum við að bein hérna og þetta bein liggur alveg hérna út í endan. Ef að maðurinn er ekki stuði í kjötborðunum til að hjálpa okkur, þá tökum við þetta hérna og látum bara hnífs enda á hnífsblæðinu. Það fylgir henni bara beininu hérna, alveg meðfram. Það á þetta nánast að gera sjálfkrafa. Sko, nú erum við komin hérna eiginlega allan hringinn. Og það sem við gerum núna, sjáum við hérna erum við komin aðeins inn og það er kjöt sem kemur hérna, ef við snúum svo svona, þá er kjöt sem kemur hérna undir og þá tökum við bara hnífinn og alltaf oddinn, munum það, látum það fylgja hérna með, grípum hérna bara í beinið og svo þegar við komin að kúlunni, þegar við sjáum hérna liðamótinn, þá er mjög snudd, taka hérna aðeins í legginn hérna niðri og haldi beinið og þrýsta svona. Þá brýtum maður hérna kúluna aðeins úr hylkinu sem það var í. Setur hnífinn á, rennur alltaf með oddinn. Það verður ekki einfaldara. Geymum hérna beina aðeins. Og svo þegar við þurfum að snyrta örlítið. Núna ég er bara að vera þreyttur og ég ætla í pásu. Það takti smá pásu, ekki mikla samt. Skerum við hérna helstu fytuna af. Við skulum ekki taka of mikla fytu af. Feitt er fallegt. Já, takk fyrir það. Herru, svo fyrir maður hérna og losar þetta hérna af. Svo bara skrælir maður aðeins hérna niður. Þetta er náttúrulega einna betri pörtum af kjötinu, þannig að við viljum ekki taka hann af. Við látum hann bara hérna niður aðeins. Þetta er það sem þið notaði hérna í Osso Bucco hérna á Ítalíu. Já. Svo nú er lærið bara klárt. Nema það að við ætlum að stinga fullt af svona litlu götum, sjáðu. Svona kannski, hvað er það að segja? Er ekki þarna kryddjurtir og er ekki þarna hvítlaukur og... Hvítlaukur og veistu hvað, það er alveg hrikalega gott að nota hundasúru. Fólk heldur að maður sé eitthvað að eyðileggja vöðvann, en það er rauninni bara kryddin og bragðið er að fara bara alls staðar. Við erum að fara að setja fullt af bragðið inn í lærið. Svo setjum við hérna grindneðst. Það er bara svo kólinn fari ekki út alla mold, sko. Svo bara kólinn í. Herru, ég er með bensín hérna verið. Herru, ég ætla að hafa eldinn á. Okay. Ekki kveikið mér samt. Nei. Þetta er rosalega mikilvægt að við erum að gera hérna smá svæði og hitinn er eftir að leika á þetta svæði. Svo við leifum okkur alveg 1-2 poka af kólum. Maður getur alveg ímyndað þessu hvað verður mikill hiti hérna þegar við lokum fyrir. En núna ætlum við að leyfa þessu bara hitna að láta það vera grá og vel heitt, ekki? Þeir segja að þetta getur tekið alveg korter. Núna erum við komið ferskustu kryddjurtirnar í bænum, það voru bara vaxandi inni. Ég ætla að vera með svolítið nýjunginn, menn þú trúið hvítlauki hérna þetta. Þetta er hérna allir alltaf að rúlla í 10 utan um álpapír og eitthvað. Þetta er snillt. Þetta eru litlir svona grillpokar. Og það er smá duft eða svona spænir í botninum á þessu. Svo eina sem við þurfum að gera, við þurfum bara að opna pokan og skrúða lærin í, beint ofan í hóluna. Má ég þá ekki bara byrja að krydda lærið? Jú, byrja það. Ég skal setja það í pokan. Ég ætla að setja hérna svona tilbúið kryddsmjör, svona frönsku kryddjurtum. Bara heilt ofan í? Já, það fyrir bara svona. Okay. Og svo ætla ég að fá að setja hérna smá ögn af púðursykri. Það er bara þetta karmelist aðeins og það komið svona smá húð, sko. Svo þegar sykurinn byrjar að brenna aðeins og fljótur ekki, sko, fljótur, kólinn er klár. Ok, herru. Ok, sjáðu. Nú setjum við hérna ofan í. Hérna er ég með hundasúru og setja hana fyrst og ýta henni niður með hvítlauknum. Svo tökum við smá af þessu ferska frábæra rósmarinn, tróðum hérna með og svona er bara gert við öll götin sem við erum búin að gera. Og þetta er ekkert spurning magn í rauninni, það er bara eins mikið við getum tróðið í götin. Og svona hvítlaukurinn, hann svona hæg eldast og hann verður ekkert eins sterkur. Nei, alls ekki, hann verður svona sætur í rauninni. Já, svo er þetta að borða hann bara með steikinni, sko, í hverju sniðis. Það er kólinn, svo er það grindin. Það er ágætt að nota bara gamla grind úr gasgrilli eða eitthvað. Þá er þetta klárt. Okay. Og við ætlum að elda þetta í svona 1,5 tíma.
Þetta þarf ekki meira? Það má alveg snúið sér við, en þetta er eins svona opnað. Ef við lokum hólunni, þá virkar þetta eins og opn að hitinn leitar upp og hægist á eldunni. Þetta verður svona hæg eldað. Þetta verður aldrei eins safaríkara eins og svona hólulamb. Herru, Klassi, ertu búinn að krydda pokann? Ég er bara búinn, ég sé að stelpunnar eru að mæta í partíið. Ég ætla að setja aðeins hérna smá grillkrydd. Kryddið næst. Salt og pipar, náttúrulega standard útibúnaður. Í góðu lambalæri. Já. Við erum að dreifa okkur í laugina, svo við erum að flýta. Ég er að segja meðan sólin er það. Heyrðu, eina sem við gerum núna. Síðast undirsúrun, Klassi. Stingum þessi pokann. Já. Hvað kemst þær í læri í svona poka? Það er ótrúlegt, þetta er alveg bara sniðið fyrir læri. Jesus. Og svo loka maður, þá verður þetta alveg loftþétt. Þá þótt að það væri eitthvað mold í hólunni, þá náttúrulega skiptir það ekki máli. Þetta kemur aldrei í snæri við. Og allur sami náttúrulega helst inni. Já, þetta er bara svona reykist í safa. Þetta er snilld. Heyrðu, hendum svo grillið. Já. Og svo þurfum við að Þarf ég þá að móka eftir eitthvað sjálfur eða? Núna þurfum við að gera þetta loftþétt. Svo að við setjum þetta. Já. Svo setjum við torf. Skóflan. Aðeins hérna ofan á. Það setja mold bara? Ég ætlaði svo að setja álpapír svo þetta fari ekkert. Það setja hérna á? Já. Og maður loka gardina hérna. Notið þetta svolítið í grillinu minni? Já, ég haldi að þetta var allavega gert þegar grillið var fundið fyrir 40 árum. Það lítur að vera. Það voru ekkert allir með elektrolux opna og finnir því, sko. Þetta er svona? Svona, þetta orðið þetta. Svo bara lokið hana á? Svo setjum við bara torfið og lokum hérna. Skellum okkur laugina sína með hann? Við skellum okkur laugina, kíkjum á þetta eftir 45 mínútur. Já, byrni. Við kíkja á þetta er nú búinn að vera núna 1,5 tímar tæpan, sko. Við erum búin að kíkja á þetta einu sinni. Já. Þá fannst okkur að vanta svona 10 mínútur kortir í viðbót, ekki? Ég meina, þetta er alveg breytilegt eitthvað að er stórt. Já, við vorum með nokkuð stórt læri. Tilbúin? Takk á móti. Passum okkur að brenna ykkur ekki. Það lekur djús. Það er góð að vinna poka, sko. Það er bara, núna er allt búinn að eldast inn í honum. Nú er góða hníf. Sérðu þið? Kryddjurþurnar og þetta er allt. Þetta gæti bara ekki verið betra. Alltaf ekki með lyktina þetta. Nei, nákvæmlega. En sjáðu líka, sko, allt þetta smjör, þetta er bara komið inn í kjötið. Já. Það er ekki mikið hérna eftir í pallinu. Síðan er bara tökum hérna helst, mesta rósmarri kannski. Það er alveg sjúgandi heitt, sko. Já. Ef að skera það sneðan okkur, eða? Það er smá bita á þannig við gefum fólkinu. Já, ég er nefnilega að búið að fólki ekki finna svona korter. Það er alltaf svona klassískt þegar maður er að borða svona, vefja svona litla bita inn í svona salat. Þetta er svona mikið... Þegar maður sér maður hvítlaukinn hérna. Svo fer maður alltaf, það er bleikt við beinið. Já. 1,5 tími. Þetta þýðir bara við höfum verið að gera eitthvað rétt. Herru, ok. Svo hvítlaukurinn er búinn að ná hann svona sætur. Herru. Gef mér smá sneiðina. Þetta er svolítið sniðugt líka í svona partí. Maður framræði þetta bara svona. Það er svakalega gott maður. Hvítlaukurinn alveg komin í gegn. Holu lambalæri með hvítlaukur og rósmarín. Klárt.